Komið sæl. Róbert Guðfinnsson, athafnamaður á Siglufirði, hefur fjárfest umtalsvert á Siglufirði, bæði í líftækniiðnaði og svo ferðaþjónustu. Vertu velkominn, Róbert. Takk fyrir. Ef við byrjum í ferðaþjónustunni, þú sem sagt byggðir hótel, nokkuð veglegt, en þegar maður kemur til Siglufjarðar, maður ímyndar sér einhvern veginn að þú hafi látið líka gera nokkuð svona í sviðsmynd, kannski getum við sagt. Herri, já, ég var ansi heppinn alveg frá byrjun að ég fekk til liðs við mig Jón Steinar Ragnar, hann leikmyndahönnuð, og fekk hann vísu til að koma að vera eina helgi, en hann enn, núna 12 árum seinna, og úr þessu varð svona leikmynd. Það að segja að hann skapaði þessa umgjörð sem hótelið, Rauðka og Hannesbø og svo Genishúsin og það, og bjóti svona leikmynd þannig að þegar þú kemur þarna það á þér að líða vel og þú ert að detta inn í svona umhverfi sem að dregur þig að sér. Þannig að með öðrum orðum að þetta ekki þá bara að koma og gista á hótelinu, heldur að staðurinn allur ákveðin upplifun. Já, og það sem að mér þótti svo vænt í vinnunni hans Jóns Steinars, það var hvernig hann tókst að búa til tengsl milli Síldarminjasafnsins og þess sem við erum að gera og halda í þetta gamla og halda í það að þessa umgjörð sem maður þekkti frá því í gamla daga, og það þarf auðvitað mjög öfluga einstaklinga til að geta gert þetta. En hótelið og veitingastaðirnir sem eru við bryggjuna, hægt að tala það bara hreinlega að það sé hafnsækin starfsemi? Já, ég hef auðvitað bjó lengi erlendis og hef verið í viðskiptum á svæðum eins og niðri í Mexíkó, í Kaliforníu og víðar, þar sem að menn hafa verið að byggja hótel og veitingastaði við aðalega skemmtibáthafnir og það laðar að og mjög gaman að sjá þá þegar menn að koma og forvitnir hvað fisktegundir, hvað sverðfiskur, túnfiskur og eitthvað svona, og af hverju ekki að gera þetta bara með venjulega fisk, þorsk, ýsu og ufsa og gera þetta við fiskibátahafnir. Hvernig finnst þér til hafa tekist þegar þú horfir yfir þetta núna? Konseptið sjálft hefur tekist vel og þetta auðvitað allt byggt til þess að standa mjög lengi, þannig að hótelið gerum að 3 ára og eins og við erum að byggja þetta upp, þá þetta langhlaup og ég mjög sáttur við hvað við erum í dag miðað við aðra í greininni, en svo þetta allt önnur saga hvernig greinin sko. Þú hefur lengi starfað við sjávarútveg. Ef við ræðum það svolítið, Róbert, hvers konar ferðamenn við viljum fá til landsins, ef við ímyndum okkur það nú að Leifsstöð sé miðinn og þá ferðamennir sem koma inn í Leifsstöð, það séu fiskarnir, þú hendir þínu neti yfir Leifsstöðina til þess að fá ferðamenn til þín. Hversu stóra möskva hefurðu þá í netinu? Viltu bara fá stórþorskinn? Nei, ég held að stórþorskurinn hentar okkur ekki, en til dæmis eins og nábúar okkar inn á Deplum sem hafa byggt upp mjög flott resort, lítið, þeir vilja stórþorskinn. Við viljum þessa miðstærð og einmitt eins og þú sagðir, að fara með netið inn í Leifsstöð eða Hvassahraun eins og ég mig dreymdi og sækja þaðan rétt að starfa fiski, því að þú getur ekki þjónað öllum og við byggðum ekki okkar einingu upp til þess að reyna að þjóna öllum. Við erum ekki fyrir bakbókaferðalanga eða slíkt sko. En við Íslendingar, við tölum, við miðum svolítið við hversu margir ferðamenn komu til landsins, en það að vísu líka talað hversu mikla gjaldeyristekjur þeir skildu eftir. En finnst þér þetta vera rétt nálgun að við alltaf við hversu margir komu? Þegar ég sem ungur maður byrjaði sem stjórnandi í íslensku sjávarútvegi, þá voru þeir skipstjórar metnir mest sem að veiddu mest. En það var ekki þeir sem skiluðu dýrmætast aflanum alltaf. Og ég held að við séum svolítið þannig í ferðamennskunni að við höfum verið magnsækin, en kannski ekki að búa til
þessi stóru verðmæti sem við ættum að vera að búa til. Og ég hef nú ítrekað sagt það bæði í orði og riti að við getum lært mikið af sjávarútveginum. Við getum lært það að við eigum að nýta auðlindir landsins. Því að í sjávarútveginu hérna áður fyrr vorum við að ofnýta eins og þorskinn og annað og vannmýta önnur fiskimið en síðan lærðum við það að nýta öll fiskimið á sjálfbæran hátt. Þannig það með landið í heild í ferðamennskunni að við verðum að fara að koma okkur upp kerfi þar sem við nýtum allar auðlindir landsins sem vert að nýta á sjálfbæran heilbrigðan hátt fyrir í ferðamennskunni. Ef við höldum þá áfram í þessari myndi líkingu Langanesi, það getum við sagt að það sé þá svona auka afurð og Hornstrand eru auka afurð? Þetta allt saman og fyrir suma þetta auka afurð en fyrir aðra þá þetta bara stór mál og aðalatriði. Ég var í gærkvöldi, þá hitti ég hóp inn á hóteli hjá mér sem ég sat aðeins með og var að spjalla við. Og þar voru 20 málarar sem voru bara, þar að segja listmálarar. Og listmálarar, þetta var allt áhuga fólk sem var bara bryggjurnar á Siglufirði og fyrir framan hótelið og upp í fjalli og allt að mála vatnslitamyndir, landslagsmyndir. Og fyrir þeim var þetta algjör perla. Sama getum við alveg sagt Hornbjarg eða Látrabjarg eða Ísafjörð eða Húsavík eða hvað sem Þetta hefur allt saman ákveðið virði en að koma ferðamanninu þangað á sem sístum tíma og markasetta á réttan hátt, það það sem býður okkur. En að koma ferðamanninum þá til Siglufjarðar, vel borgandi ferðamanni, hann tilbúinn til þess að lenda í Keflavík og vera bara svo heillengi að komast norður í land? Ég held að þetta setup sem við erum í dag sé gjörsamlega vonlaust. Og vegna þess hvað við erum dýrt land, þá hver dagur og hver klukkustund sem á landinu þarf að vera vel skipulögð og að keyra norður í land og tilbaka aftur í kannski 4-5 daga ferðalagi. Það ekki það sem hann langar til. Þannig að beinn aðgangur flugs, innanlandsflugs, að alþjóðaflugi, þannig að ferðamennir komist hraðast út á land, skiptir öllu máli. Hvernig sér þú fyrir þér þessi mál þróast? Það hafa verið uppi umræður að gera flugvöll í Hvassahrauni til dæmis, sem þá nýr innanlandsflugvöllur. Ég sat nú í nefnd fyrir Jón Gunnarsson sem ein nefndin til að taka þetta út og niðurstaðan okkar var einföld. Við staðfestum álit næstu nefndar á undan sem var svokallaðar Rögnunefndar að skynsamlegt væri að byggja öflugan alþjóðaflugvöll með innanlandstengingu í Hvassahrauni og vegna þess að því nú vera á miður þá var nú álit okkar nefndar sem og held ég flestra sem vilja skoða að slagurinn Reykjavíkurflugvöll sé tapaður og ég held að enginn okkar sem búum út á landi viljum sjá innanlandsflugi flytjast til Keflavíkur. Hvernig sérðu þá þróun fyrir þér? Það ekki það sem þá gerist þá bara á næstu árum? Eigum við einhvern annan kost, valkost þá? Já, við sem fylgjast vel með fréttum og kannski reynum að rýna í það sem að gera í fyrirtækjarekstri. Við sjáum alveg hvað að gerast hjá Icelandair að eftir áföllin út af 737 MAX og feikilir í samkeppni, þá get ég ekki séð að þeir hafi efni á því að borga með flugfélag Íslands eða Iceland Connect í innanlandsflugi. En það spurning hvort það sé hlutverk þeirra. Við sáum farsan í kringum Erni, það sem svo fjölskylda, Hörður og börn hans, alveg hafa barist hetjulega við að halda upp í litlu flugfélagi, núna með auknir kostnaði og við skulum segja,
þar sem að innanlandsflug er í óvissu, þá ég sé ekki hvernig þetta er að þróast. Ég sé ekki hvert þetta er að fara. Og það sem verst er, ég held að sjáu enginn. Mér skilst að það sé að koma núna enn ein skýrslan Keflavíkurflugvöll og allt þetta og kemur ekkert óvart þó að sú skýrsla sýndi það sé búið að eyða allt of miklu í Keflavík og það sé ekki hægt að fara í Hvassahraun, það sé allt of dýrt og annað. Þannig að menn eru búin að vera að fara í ferðalag sem þeir sá ekki fyrir endan á og ég er ansi hræddur það að það muni bitna mest á landsbyggðinni þar sem að það er algjörlega óraunhæft að mínu áliti að fara að byggja nýjan innanlandsflugvöll upp á 50–70 milljarða. En á sama tíma þá eru við Íslendingar og sérstaklega út á landi að tala hérna svokölluðu skosku leið. Jú, en skoska leiðin, hún er aðalega hugsuð fyrir fólki sem býr út á landi til að niðurgreiða ferðir þeirra til Reykjavíkur. En áhuginn minn beinist meira því hvernig getur náð ferðamanninum út úr stóru kökunni, stóru torfunni og út á land. Vegna þess að ef þú nærð því magni út á land, þá hugsaðlega þarf ekki að niðurgreiða innanlandsflugi fyrir fólki sem býr út á landi. En það verið að tala að efla flugvellina á Akureyri sérstaklega og þá Egilsstöðum líka. Efla það hvernig? Ég skil ekki alveg. Í dag þá eru menn að gera tilraunir sem er mjög gott með annars vegar flug frá Bretlandi og svo frá Hollandi sem er ríkisstyrkt í byrjun og ég er mjög spenntur að sjá hvort að það verði sjálfbært því að ef það verður sjálfbært þá er þetta mótil mjög fallegt en við skulum bíða og sjá. En er það ekki samt sem áður þannig að undanfari stóru flugfélagana sem að fljúga þá og beint að þá er þetta ofta tíðum mótilið undanfari? Jú, en ég held að það sé nú alveg óraunhæft að það veri margir alþjóðaflugvellir á Íslandi. Ég held að þetta sé nú ekki það stórt en hins vegar er þetta mjög gott að eins og ég er að fljúga núna í vikunni til Englands og þá flýi inn á Luton flugvöll sem er bara í útjaðri í London, í það klukkutíma til að komast inn í borg með rútu og þar er ég með lággjaldar flugfélag sem er að fljúga þangað, Wizz Air. En við getum alveg eins séð þetta sem slíkt en að byggja upp stóra alþjóðlega flugvöll út all land, ég hef ekki mikla trú á því. En þegar þú ert að hlusta á pólitíku þá er sagt á góðum degi, ég talaði mikilvægi þess að dreifa ferðamanninum betur landið og þú þekkir þetta allt saman. Finnst þér þessi umræða að vera svolítið þá grunn, þetta sé meiri orði en að borði? Ég held að þetta er alltaf sama vandamáli í þessu litla landi. Að við tekum alltaf fyrst ákvörðun það hvers konar lifistandard á að vera hérna. Svo erum við alltaf að leita leiða hvernig við getum haft þennan lifistandard. Og í dag þá höfum við hækkað standardinni verulega og það hér hafa gerst hlutir eftir hrun sem ekki margir leika eftir okkur. En til þess þarf nýja tekjur inn í þjóðfélagið til þess að halda þessum lifistandard. Og þar stoppar oft þó svo að ferðamennskan hafi komið inn, þá er hún í eðli sínu svona lágframleiðar bransi. Hún borgar ekki há laun, það þarf mikla stóra fjárfestingar til að gera hana vel, en það þarf miklu meira til. Hugum þessu næst, þú mikið að segja ferðaþjónustuna, en við skulum huga þessu næstu auka afurð þá í sjávarútvegi sem vorum að tala áðan, líftæknifyrirtækið Guinness. Já. Það er nú mjög spennandi verkefni sem búið að vera spennandi lengi og er kannski orðin hálfgjörð tugga því að þetta er búið að vera svo lengi. En þegar ég fer yfir ferlana með erlendur ráðgjöfum og annað að við séum búin að vera í þessu í 15 ár og við séum rétt núna fyrir að selja vör og það og þá horfa þeir bara á mig og segja, heyrðu, það er ekkert óðurlegt þessi ferla. Þetta bara tekur þennan tíma. Ef þú ert í grunnvísindum, þá þarftu þennan tíma og þó að við séum búin að eyða í þetta miklum peningum, þá er menn undrandi yfir því hvað við erum konir langt með
litla peninga. Þetta stærstum hluta af fæðubótaefnið Benekta. Já, þetta Benekta er auðvitað fyrsta varan okkar og síðan erum við með þróun svokallað nutraceutical. Það vörur sem þurfa að fara í gegnum klínískar tilraunir og eru samþykktar af heilbrigðisyfirvöldum þannig að læknar geta ávísað á það. Við erum í þeim ferlum og fengum einmitt stóran styrk frá, eða 200 milljónir frá Evrópusambandinu til að þróa það áfram. Síðan erum við undirbúningi lyf í þróun og svo erum við með beinfyllingarefni sem búið í dýratilraunum og að fara yfir í mannatilraunum. Grunnurinn að þessu öllu saman, það rækjuskilin? Já. Það sem grunnurinn sá að finna, að taka rækjuskilina og leysa hann upp og finna lífvirka sykrunga inn í skilinni og vinna þá áfram. Þetta háþróað, þetta langsótt og þetta afskaplega dýrir ferlar. En þegar maður kemur inn í stórverslun, Róbert, það eru margir hillumetrarnir af fæðubótaefnum þegar maður kemur inn í stórverslanir. Þetta harður bransi. Þetta villta vestrið. Þess vegna það sem ef þú ert með eitthvað sem virkar, sem við erum með, þá erum við óhrættir í að fara yfir í næsta áfanga sem þetta nutraceutical og það stendur fyrir nutrition og pharmaceutical. Þá þú ferð milliveginn á milli fæðubótaefnis og lyfs og það sem við erum að þróa og við værum ekki að gera það nema því við skiljum og erum að háþróa vísinda bakvið. Þannig aðgreinir þig frá öllum hillumetrónum sem þú talaðir sko. En þröskuldurinn að fara frá fæðubótaefninu upp í næstu tröppu, hann þó nokkuð hárvæntanlega. Hann hár, langsóttur og dýr. Þess vegna erum við að vinna núna með KPMG Life Science í London í stefnumörkunarvinnu og í undirbúningi að fá öfluga sterka aðila að þessu með okkur vegna þess að það eru allmargir milljarðar sem þarf til þess að koma þessu á réttan stað. En þar sem við erum með grunninn, þá förum við í þá vegferð. Fyrirtækið að svona stórum hluta það ekki sem sagt á Siglufirði? Jú, það er nánast allt sko. Og það svolítið gaman að segja frá því að fyrir erlendu aðilana þá finnst þeim það ekkert merkilegt. Og ef þú skoðar til dæmis Þýskaland, þá eru út allt svona lítil fyrirtæki og ekkert bara lítil, heldur þokkalega stór lyfjafyrirtæki. Sama upp í Sviss, að þetta út í litlum bæjum út allt. Og þegar ég að tala útlendingana, þá finnst þeim sko, Reykjavík bara aðeins stærra krummaskuð heldur Siglufjörður. Það ekkert sko, þetta ekki svona, það bara við Íslendingar sem horfum á það það hljóti verið eitthvað voða fjarlægt að hafa þetta norður Siglufirði. En fyrir þessi erlendu aðila skiptir það engu máli, þeim finnst það bara flott, því að gott að markaðsetta þetta. En hvernig það með svona fyrirtæki, þú þarft væntanlega mikið hámenntuðu fólki, þú þarft að draga þetta fólk þá til Siglufjarðar? Já, til þess að slíkt fólk vilji búa á stað eins og, ég skiptir ekki máli hvort það Siglufjörður, Akureyri, Ísafjörður og Húsavík, þá þurfa að vera lífsgæði. Og þetta unga fólk, það sækist eftir því að komast í lífsgæði sem ásættanlega fyrir þau. Og ef þú býrð til þá umgjörð í þessum samfélögum að lífsgæðin til staðar, þá getur haft hvaða fyrirtæki sem þarna. Og gaman að segja frá því að ég forstjórinn, Dr. Hilmar Janusson, hann var 20 ár viðskiptaþróunarstjóri hjá Össur, 5 ár var hann deildarforseti Háskóla Íslands og hann og konunnas sem hótelstjórinn á Hótel Sigló hjá mér, þau fluttu norður, útivistafólk, alsælt. Svona get ég talað eins og Jón Garðar Steingrímsson sem doktor sem yfir framleiðslunni, kom frá Þýskalandi, Gunnhildur dóttir mín sem í markaðssetning kom frá Þýskalandi
og svo er fólk sem bjó í Reykjavík með doktorsgráður og mastersgráður og svo sem og við erum með fólk frá Póllandi og það er ekkert vandamál að fá fólk út á land ef að lífsgæðin til staðar og atvinnuöryggi og að sjálfsögðu störf sem henta menntuð þeirra. Hvernig sérð þú þá fyrir þér núna svona næstu 3-4 árin í þessu ferli öllu? Hvernig mun fyrirtæki svona þróast gangin og allt saman upp? Ég held að það þróist þannig, kannski eins og er að gerast með mörg íslensk fyrirtæki sem í geira þessum, að þau enda yfirleitt alltaf í erlendri eigu. Þegar íslensku peningarnir, þeir eru að stærstu hluti í höndunum á lífeyrissjóðunum sem eru afskaplega skammtíma hugsandi og grátlegt að horfa upp á það sem maður hefur séð, það sem þau taka fyrirtæki eins og gamla fyrirtæki sem ég var stjórnarformaður fyrir, Icelandic Group, leysa þau upp og leigja eina vörumerki sem við áttum í íslensku sjávarútvegi, Icelandic, til samkeppnisaðilana vegna þess að þeir þurftu að fá skammtímahagnaðinn. Ég held að ef að menn ætla að taka þátt í þessu í lífsgæðum framtíðarinnar og ætla að tryggja það að hér búi ungt fólk með góða menntun, þá verða menn gjörsamlega að hugsa til lengri tíma. Með Benekta sem að þið eru með framleiðslu á núna, mér svona sýnist, ég bara svona það sem maður hefur svona lesið viðtöl við þig, að þú ert að fara með það á Þýskalandsmarkað í það minnsta, en þú ert búin að vera svona svolítið að, ef að segja það, æfa þig á innanlandsmarkaðnum hérna. Er íslenski markaðurinn, er hann svona góður til þess að æfa sig áður maður fer út í stóra heiminn? Það er nú stundu sagt að grunnurinn til útrásar sé að eiga góðan heimamarkað og þar að leiðandi lögðum við mjög rækt og það er mjög gaman að segja frá því að við erum með þegar 3% þjóðarinnar upp til 3% þjóðarinnar tekur Benekta hverju degi eftir 2 ára markaði. Ég er mjög sáttur við það og við vorum að ljúka við neytendakönnun og það sem kemur í ljós að bara mikill meirihluti er fólk sem er 50 ára eldri og fólk sem hefur tekið þetta meira en 3 mánuði. Og það er mjög gaman að því að þetta bara, og við erum okkur að takast og við tökum sama, þá reynslu sem við höfum frá Íslandi og erum að taka núna Þýskaland, Austurríki, Sviss, við erum að taka undirbúa Svíþjóð, við erum í Englandi og þannig en þetta tekur langa tíma og þetta kostar mikla peninga. Þannig að útrásin hún er svona að fara af stað fyrir alvöru. Já, og maður verður svolítið óþreyju fullur, maður vill komast í mikla sölu hratt og allt þetta, en það þarf að gera þetta rétt vegna þess að þú vilt ekki rekast á veggi og þú vilt ekki gera mistök og þetta er mikið vinna og þetta er ekki, þó að á Sigfiskavísu það stórt fyrirtæki að vera með 32 starfsmenn, en þá er þetta pínulítið fyrirtæki með það sem er að reyna að fást við á erlendum markaði. Sérðu þá fyrir þér að fyrirtæki það fari mjög fljótt úr 30 starfsmönnum? Ef okkur gengur vel, já, þá mun það gera það og svona fyrirtæki geta vaxið alveg svakalega hratt, en til það er línuleg samhengi á milli þeirra fjármuna sem það hefur til staðar til þess að markaðsetta sig og komast áfram inn á markaðinn og það og fjölda starfsmanna. Og þess vegna erum við að vinna núna mjög tölt í því að ná inn strategískum partnerum sem köllum eða fjárfestum með okkur í þetta til að taka þetta upp á næsta level. En er það þannig í þessum heimi að ég sér það ekki fyrir þér að vörur úr náttúrunni, úr hafinu, að þetta séu þær vörutegundir sem að eiga mikið séns? Jú, og það er alveg svakalega röð þróun í þessu. Ég lagði mikla vinnu í það á síðasta ári að reyna að skilja hvað er að gera í öldrunarrannsóknum
og heimsótti þar öldrunarrannsóknarsetur beggja megin við Atlantshafið og það er ótrúlega hlutir að gerast þar. Og þegar maður situr með háþróuðum vísindamönnum sem segja það að börnin sem eru að fæðast núna geta átt von að vera 120-130 ára og sum 150 ára. Og þegar menn eru að segja að benda á að þekkingin á mannslíkamanum sé orðin það mikil og að við getum orðið gert svo miklu meira að ef við fylgjum því þá getum við haldið lífsgæðunum nána til enda. Og þarna kemur náttúruninn og það sem við höfum verið að rannsaka í rækjuskilnanna er svona partur af þessari hugsun. Að reka þess að ferðaþjónustum og svo líftækni fyrirtæki sem að margt alveg örugglega mjög flókið, en þetta svona ekki ímynda maður sér nú að þetta sé svona góð tvenna eða hvað? Nei, hún er það ekki og þetta byggist allt upp að því hafa gott fólk með þér og í sannleika satt þá er ég nú ekki að reka ferðaþjónustuna á dagfarandi og ekki heldur líftæknina. Ég fer svona undan í líftækninni, svona eins og ísbrjótur til þess að taka fyrstu höggin og svo er ég bara með gott fólk sem tekur við. Í ferðamennskunni þá erum ég með mjög gott fólk sem er að halda utan það og leyfi því að þroska svona eðlilega. En svona frumkvöðull eins og þú, ertu með eitthvað svona nýtt sem þú ert svona að undirbúa en ekki búin að segja frá nákvæmlega? Nei, ég hef búin að ákveða það að ég ætla að ná betri tökum á þessum tveim verkefnum, leyfa þeim að þroskast og dafna og þegar við sjáum árangurinn úr því þá metum við það hvort það sé eitthvað skynsemið að gera meira. Róbert Guðmundsson, þakka þér fyrir spjallið. Þakka þér, Gali.